Já, en eins og fram hefur komið þá vita stjórnmálamenn ekki almennilega hverju það eru sem standa á bakvið olíuhreinsunarstöðina sem fyrirhugað er að reisa á Vestfjörðum. Þetta kom fram í fréttaskýringaþættinum Kompási í gær en þar heyrðist ekki í Össuri Skarphéðinssyni en við náðum tali af honum í dag og hann segist ekki hlynntur þessari olíuhreinsunarstöð. Ég hef ekki verið hlynntur olíuhreinsunarstöð á Vestfjörðum og mér líst ekki á þannig iðnað en hins vegar þá hef ég ekki getað tekið neinar formlegar afstöður til þessa máls. Það hefur ekki komið inn á mitt borð. Ég hef að veikum burðum sem ráðherra verið að reyna að afla mér upplýsinga málið og þær liggja satt sig ekki á lausu. Ég til dæmis hef enga hugmynd það hverjir það eru sem að standa þarna bakvið. Ég hef spurt forsvarsmenn þessara hugmyndar hér á landi hverjir það eru og okkur í ráðuneytinu sagt að það séu bandarískir og rússneskir fjárfestar. Við vitum ekki meir og mér finnst það svolítið óþægilegt. Ég hef til dæmis þurft að svara spurningum hér á Alþingi eðli þessara starfsemi og það eru svona þættir sem fyrir mér eru lykilþættir eins og til dæmis hversu mikið magn af úrgangi er þess eðlis fast efni sem þyrfti hugsanlega urða eða farga með sérstökum hætti. Ég hef ekki fengið svöruð því. Er það þó ekki skylda þeirra manna sem eru með valdið í málinu á þessu stigi málsins að það sé algjör grundvall að krafa að þeir fái þessar upplýsingar? Það getur vel verið að þeir hafi þær. Í dag er þetta eins og þú segir, þetta er á sveitarstjórnarstigi og það er alveg ljóst og það er mikill áhugi manna fyrir vestan, með svo hlutamanna, það er líka mikil andstaða. Nú, mér skilst að þarna sé að ræða stöð sem að gæti hugsanlega verið að vinna úr 8 milljónum tonn af hráolíu á ári og miðað við það má gera ráð fyrir því að svona stöð hún léti frá sér ríflega 0,5 milljón tonna af því sem við kallum gróðurhúsalofttegundir. Þessi stöð, ég fæ ekki betur síðan hún myndi falla undir hinn almenna kvóta, eða taka af hinnum almenna kvóta sem Íslendingar hafa og það er ekkert rúm fyrir hana í þeim hluta heimildanum sem við höfum. Nú heyrðist mann á þátturinn sem spilur í gær að þeir sveitarstjórnarmenn sem eru að vinna í þessu máli núna og margir hverjir hafa áhuga á því að þeir hafi þessar upplýsingar ekki heldur. Er það þín skoðun að málið falli sjálft sig ef að við fáum ekki þessar upplýsingar alveg á tæru? Nei, ég held ekki að það fallum sjálft sig en á þessu stíð út af skort á upplýsingum því en á seinni stigum. Já, þessar upplýsingar verða náttúrulega að koma fram til þess að menn geti veitt leyfi það til dæmis og ég dreg ekki ef að málið kemst á eitthvert alvöru stig að þá hljóta þessar upplýsingar að koma fram en ég hef ekki dregið dul á það, mér finnst þetta alltaf óþægilegt að vita ekkert hverjir það eru sem standa þarna á bakvið og hef sagt það. En almennt þetta að málið skuli vera svona lengi á sveitarstjórnarstiginu áður en það kemur til ykkar, finnst þið það eðlilegt? Ég er nú kannski ekki að halda því fram að þetta hafi verið svo lengi á sveitarstjórnarstiginu, ekki nema að þú takir með þá staðreynd að þetta sama mál, þessum sömu mönnum, kom auðvitað upp, mér svo einu sinni fyrir svona 10-12 árum þannig að þetta er ekkert nýtt mál þá er þetta sömu mennirnir með sömu hugmyndunar og þá er það ekkert úr þeim En það sem ég á við að við vitum það báðir að ef svona mál er mjög lengi í umræðunni og það er að malla á sveitarstjórnarstiginu síðan þegar kemur að því að taka ákvarðanir á aðri stigum þá kannski mjög erfitt að hætta við það því að væntingarnar eru orðnar svo miklar Það er hugsanlegt en við gerum okkur auðvitað farum það í ráðuneytunum þegar að því kemur að fjalla leyfi að gera það á algjörlega faglegum og málefnalegum forsöndum og ég hugsa svona tilfinningablendin afstaða eins og miklar væntingar að þær ráð ekki úrslitum það þegar að því kemur að meta þetta til dæmis í ferli umhverfismats og skipulags í ljósi skipulagslaga Rétt á lokum, nú yrði þetta ef afyrði líklega stærsta framkvæmd Íslandssögunnar, þetta ekki mál sem bara hreinlega á að koma hingað inn á fyrstu stigum málsins? Já, þau stjórntæki ekki lengur í höndum þingsins. Áður var það þannig að með svo að þér verðaði virkjanir og stóriðju að ákvörðun var tekin hér meir og minna af Alþingi. Því var breytt fyrir töluverðu síðan af hálfu flokk sem ekki lengur er ríkisstjórn.
Heldur það hafa verið góð breyting? Nei, ég held það ekki. Já, það má lengi kenna Framsóknum. Já, en við tókum líka nokkra aðra þingmenntali í hinum flokkunum og við skulum heyra hvað þeim finnst þetta mál. Meðan við keyrum bíla, þá þarf einhvers að hreinsa olíu í heiminum. Og það er meira sér skortur á olíuhreinsunarstöðum núna, þess vegna verðið á dísil svona óskaplega mikið hærra heldur en á bensíni, vegna þess að eftirspurnin eftir dísil hefur vaxið svo mikið að olíuhreinsunarstöðvar heimsins ráða ekki við það. Og það er alveg jafn mikið mengun hnattrænt eða fyrir hnöttin í heild sinni, hvort sem að olíuhreinsunarstöðin er á Dýrafirði eða einhverstaðar í Kína eða í Bandaríkjunum. En bara þetta að svona fyrirtæki rís á Vestfjörðum og það kannski ekki almennilega vita einu sinni hverjir standa á bakvið, er þetta ekki ákvörðun sem þarf að taka á æðri pólitískum stigum heldur en í sveitarstjórn? Sko, fyrst alveg hverjir standa á bakvið og það er náttúrulega vandamál sem við stöndum alltaf frammi fyrir. Við erum að taka lán í útlöndum, við vitum í rauninni ekki hverju eiga þá peninga á undanum. Þannig að það er mjög erfitt að finna út af því en að sjálfsögðu viljum við kannski ekki endilega eitilegu peninga á vopnasmygli. En ég held að við þurfum að vera náttúrulega mjög öruggir með umhverfisverndarþáttinn og með það að þetta muni svona líta skikkanlega út. En ég vil ekki taka endanlega afstöðu þessu stigi málsins. En og meðan að menn taka ekki endalega afstöðu, er þá ekki alltaf hætta og málið farið það langt og það skapist það mikla væntingar að það sé afskaplega erfitt að snúa við? Sko, það er ekki á borði okkar á Alþingi að taka afstöðu til þessa máls á þessu stigi. Þegar að því kemur að þá auðvitað þurfa menn að leggjast í mjög mikla vinnu sem að ég viðurkenni alveg að ég hef ekki gert. Ég tel að það sé auðvitað brýn ástæða til þess að gera eitthvað í byggðamálum, sérstaklega á Vestfjörðum, en olíuhreinsunarstöð er ekki lausnin í þeim efnum, bæði af umhverfislegum ástæðum, vegna þess að við vitum ekki hverjir það eru sem er að fara að reisa hana og vegna þess að þetta er ekki iðnaður eða vinnustaður sem að við eigum að hafa hér á landi að mínu viti. Strax í júní á síðasta ári þá veitti iðnaðarráðherra heimild til þess að setja 1,5 milljón minni mig, 1,6 milljónir í þetta verkefni, síðan kemur á fjáraukalögum frá ríkisstjórninni og ráðherranum líka 5 milljónir, þannig það eru 6,6 milljónir sem að ríkisstjórnin setti í þetta á síðasta ári. Eins og kollegum mínum komst að orði í gær, Vestfjörðum er að blæða út. Hvað er hægt að gera á þessu stað ef ekki einhverja svona lausnir? Ég held að það þurfi að byggja á náttúrugæðum á Vestfjörðum og styrkja byggðirnar, meðal annars með því að taka kvóta og fiskveiðar betur inn í byggðarlögin.